Jæja, góðir áhörendur, velkomnir í þátt númer 112 af Sjónvarpslausum fimmtudögum. Við sitjum á sittkonum staðnum, félagarnir, og ætlum að fara eins yfir atburði liðina viku. Það hefur eitt og annað gengið á. Það átti að fara í loftið núna þetta leyti ársupgjörið, eins og vanalega, en svona, við teljum nú eiginlega alveg nöðsynlegt að við séum saman í stúdíói til að taka þann þátt upp. Og hérna, þegar ég var svona að reyna að sannfæra Sigmund það í gær að við gætum nú komið honum saman svona með hraði, þá minna mig á hvernig það hefur gengið undanfarin ár og við ákvaðum að bömpa honum viku og hann verður betri í staðinn. Er það ekki nokkurn veginn þannig, Sigmundur? Jú, jú, alveg öruglega. Það er engin skortur á tilnefningum og væntum verðlaunahöfum. Nei, það er rétt, heyrðu, og kannski bara út því að þessi vika bætist við, þá bara, bara hvetjum við þá sem er að hlusta til þess að senda inn ábendingar. Það er enn pláss til að, til Já, að annarkvort, koma með tilverðnefningar gagvart fyrri ára titlum eða koma með alveg glænýjar, nálgun á einhver verðlaun. Þannig að já, endilega sendi post á bergþór@alþingi.is og við skoðum það fram á næsta fimmtudag. En sem sagt áramótaþátturinn fer í loftið fimmtudaginn eftir viku, þannig að bara bíðið spennt hvað hann varðar. Það verður eitthvað gott í honum. og þetta mega vera sko raunverulega tilnefningar eða kaltanislegar. Eða semst verðlaunin eru þannig. Já, já. Svo Uh, ætlum við vitsmunum hlustenda, já, ætlum þá næga til þess að greina á milli þegar það er kemur. já, við viljum að treysta því að hlustundu þessa þáttar kunni það þó að það kunni nú ekki allir að greina á milli kaltæni og raunveruleika lengur. Nei, en En, ég hugsa að sé ekki margir stuðningsmenn miðflokksins sem að eigi erfitt með að greina þar á milli. Ég held nei, ekki. nei, það held ég sér eftir þér. En talandi um hlustendur þessa þáttar og stuðningsmenn miðflokksins þar að auki, ef ekki áskaðum til hamingju með, eða áskaðum gleðilegs nýs árs, Jú, gleðilt nýtt ár og takk fyrir það gamla og það var nú aldeilis frábært og 2025 verður ennþá betra held ég. það held ég líka. Það verður bjart sínum áramót, en já, það hefur alla burði til þess að verða betra og hlutirnir vonandi þróast í rétta átt. Já, það er allavega komið í ljós að ríkisstjórnin, hinn nýskipaða, var ekki með plan varðandi aðhald og niðurskurði í ríkisrekstrinum. Það er bara búið að spurja, það er búið að hringja í vin. Já, hver hefði trúað því að þetta væri gert klárt? Þetta kannski útskýrir sko hvers vegna stjórnarsáttmálinn sjálfur var svona mikið þunnildi og fátt sem hönd á festi að það er nú sennilega búið að svona úttala sig færra heldur en að kannski alla jafna hefur verið. Já, það kom reyndar fram hjá þeim það leiti sem þeir kynntu þennan sáttmála að þær hefðu náð saman að leysa henni ýmsu mál. Já, Hvernig, en það eru valdir einhverjir hópar og sérfræði nefndir og hinnir og þessir myndu starfa næstu missurinn að því að finna út úr því hvernig þær náðu saman málin. En svo bara menn allast. er bara útkall á landsmenn. Já, þetta var áhugavert og svona, dálítið svona sérstakun mekanismi og þetta er nú ekki í fyrsta skipti sem að eitthvað þessu líkt er gert. Við gerðum þetta nú miðflokkurinn á kjörtímabilinu 2017-21 en lentum reyndar í því svona eftir að við höfum fengið skæðadrífu ábendingar til okkar þá þetta sildum við beint inn í COVID ástandið þannig að það var nú dálítið svona þröngt að vinna úr þessu en Já, við gerðum þetta þá. Ég ætla að við dylja á eigum mist. aftur menna þá. Hvað segirðu? Já, við Við höfum öppin þá, já, höfum akkurat. nú kíkt í þær og nýtt í umræðu og hefðum geta nýtt í ríkisstjórn, en það verður einhver bið á því. Já, það kemur að því. En Diljá Mist hefur gert þetta sömuleiðis og þannig að þetta er svona, þetta er kannski ekki alveg nýtt en kannski svona dálítið skrítið að setja til þennan mekanisma sem samráðsgáttin er. Því að þar fær fólk og fyrirtæki tækifæri til þess að setja fram afstöðu sína gagnvart tillögum ríkisstjórnar hvers tíma. Bæði frumvörpum, þingsalvittunum eftir atvikum og reglugerðum og þannig að samráðsgáttin er ekki hugsuð fyrir þetta í sjálfu sér. Nei, samráðsgáttin er hugsuð til þess að ríkisstjórn geti sagt að hún sé búin að leita álits og síðan gert einhvað allt annað. Já, sýnda samráðið, minnar við. Með sýnda samráði, já. Þannig hefur það allavega virkað til þessa. Já, En þarna er já, svona nýnálgun á þetta. En ég veit ekki hvort þú hefur hugsað til enda að
þetta birtist náttúrulega allt opinberlega, það Já, sem að en þetta ég kíkti nú inn á dáðan og það er nú alveg meiri hlutið tillagna sýnist mér vera svona með bara línu viðkomandi óskað eftir að ábendingin birtist ekki eða eitthvað svoleiðis, ég man ekki hvernig það er orðað. já, En en sko oppina því sem samt, birtist er nú svona ekki sérstaklega svona held ég á áhuga sviði ríkisstjórnarinnar hvað hagræðingu varðar. nei, það er nefnilega málið að, að þarna geta allir séð, að minnsta kosti í sumum tilvökum, hvað lagt var til og þar á leiðandi séð að ríkisstjórnin gerði síðan á vandanum ekkert að því. Já, 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 akkurat. En já, já, þetta var svona stand, aldriði í börjun nýra ríkisstjórnar, en svo á náttúrulega algjörlega eftir að koma í ljós hvað þau gera með þetta. Mm. Bara tillaga númer 3, hérna fyrstu tvær eru nafnlend og ekki birtar sko. Guðrún Ósk Þrastardóttir sendi hér inn hætta að borga túlkaþjónustu eftir ákveðin tíma fyrir fólk sem flyst hingað til Íslands, fólk sem talar ekki íslensku fær ókeypis túlkaþjónustu til dæmis á Landspítala og Heilsugæslunni þótt það sé búið að búa hér í fleiri ár. Ef heyrt að í Danmörku til dæmis fær það þessa þjónustu í 1 ár, eftir það borgar það fyrir sinn túlk. Ég er nú Já, ekki já. viss að sko, þetta verði svona sérstakt áherslu atriði ríkisstjórnarinnar. Nei, nei, verði ekki bara hvetja fólk til þess að hafa tillögurnar opnar þannig að það sé að Jú, bara sjá þær, endilega sko, því að því annars verður það bara að láta hverfa. bara þannig sko sérst ef ekkert er gert með þær. Já, Þetta er orðað svona umsagnaraðili hefur valið að sína ekki umsögn sína. Þetta er já, einhver aragrúi býtur við, það eru konar 793 umsögn athugasemdir nú þegar, þannig að já, menn sitja víða við tölvuna. já, Þannig að þetta verður áhugavert að sjá hvernig þetta kemur út en ég held minnst þetta svona ég hefði nú reiknað með því að ríkisstjórn með plan myndi nú byrja að sína þess á spiling hvar þau ætluðu sér að sína ráðdeild. Það nú kannski kom ekki fram mikil ráðdeild í því að vera með utanþingsráðherra þegar þingflokkur Viðreisnar hefði verið alveg með fína mönnun á sínum póstum. Þannig að það já, núllan út drjúgan hluta af þeim sparnaði sem að áætlaður var af fækkun ráðaneyta. Gallin var reyndar að þau lýstu því strax yfir á fyrsta fundi að þau voru búin að ráðstafa sparnaðinum sem að kemur síðan á daginn að miklu minni já, heldur en þau héldu. Þannig að það mun nú þurfa til þess að sem sagt, hætta með sumarlokanir meðferðarheimila þá þarf þetta bara nýja fjármuni ætluðu sér að standa við það sem þau ætluðu sér alveg örugglega. já, já, já. Þú notar í öllu fall ekki þessar krónur sem að þau höfðu áætlað 400 til 500 milljónur ári í sparnaði af þessu en Já, einhver staðar sá ég því haldið fram með nokkuð góðum rökum að þetta væri nú svona nær 100 milljónum sennilega. já, já, Það ég er held að það sé rétt, ég sá þetta líka. Ég held drjúg að það sé nú skekkja. betur reiknað en Já, já, akkurat, það finnst mér að akkurat. voru með planið. Mm, En á sama tíma og þau auglýs eftir þessum tillögum, þá er byrjað að hrúga inn starfsmönnum og ég var nú í viðtali við Ríkisútvarpið fyrir í dag. Svo gengur það var náttúrulega bara sínda nokkrar sekundur á því. En við höfum nú bent all ofta á það á undanförnum ár. Hvað, hvað höfuð ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda hefur stækkað, já, forsætisráðuneytið já, já. og allt fólki sem er að vinna í kringum ráðherrana og ríkisstjórnina. En þau viljast ekki alltaf byrja á að spara þar. Þegar þetta var samþykkt, þessar heimildir sem að hefur reynda verið farið fram úr síðan, þegar þetta var samþykkt í tíð fyrstu vinstri stjórnarinnar 2009 til 13, þá andmælti ég þessu nú og fleiri og var sagt, sko, skjáðu til, þetta er bara heimild, það er ekki gert að láta fyrir þetta verði nýtt. Nei, Þetta er nei, bara, einmitt. við sérstakar aðstæður, það var hægt að fjölga svona fólki. Og þetta var náttúrulega í bankarhönnu þegar var búið að hætta við áformum að fjölga starfsmönnum þingflokka og allt það. Þá var bætt við hjá ríkisstjórn. En auðvitað var þetta nýtt að langmestu leyti og svo kom þessi ríkisstjórn sem við vorum að kveðja nýverið og hún ekki bara nýtti þetta upp í topp, heldur og jók við, bjóð til nýjar stöður.
mm. og ég man ekki, manstu hvað ég var búin að reikna með forsætisráðuneytið, tvöfaldaðist ekki starfsmannafjöldið þar eða? Ég held að Manstu það hafa verið það? rúmlega það ef ég man rétt, en Já, við þurfum nú já, að grafa upp þessar tölur. já. Og sko, á sínum tíma þegar við tökum við 2013, þá var ég nú alltaf að reyna að biðja ráðherrana að ráða ekki of marga uh, fyrir þessa heimild sem hafði verið búin til. Og ég var alltaf í mestalagi bara með einn aðstofamann ráðherra. Kom reyndar eitthvað frétt í fréttablaðinu um það að ég væri með 6 aðstofamenn. Já, Það var búið að tína til hina á þessa á stjórnkerfinu sem að voru í öðrum ráðuneytum og híðan og það. En ég lét mér næja að vera með einn í hlutverki aðstofamannsráðherra sem fósitráðherra. Það hafði haft heimild fyrir 2, en nú er þessi nýja sparnaði ríkisstjórn farin af stað með að raða inn sem flestu fólki sýnist mér já, já. Heyrðu, og það kom margt einmitt eflust hérna, ágætið fólk. já, 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 ég verð nú að fagna einu sérstaklega þegar nú stefnir, það eru byrjaðar að berast fréttir af ráðningum aðstoðamanna og sem fyrrverandi aðstoðamaður ráðherra þá er ég sérstakur áhugamaður um hverjir veljast í þá pústa, þetta er nú svona með skemmtilegustu störfum sem hægt er að komast í. En það er von á skemmtilegum fréttatilkynningum úr dómsmálaráðuneytinu. Jakob Birgisson, uppistandari, var ráðinn þar sem aðstoðamaður í dag. Já, ég sá það. Það verður Já, gaman að kom sjá skemmtilega svona óvart. hnyttnar fréttatilkynningar um Já. brottflutning hælisleitenda og fleira slíkt, sko. Mm. Ég hef trú á að Jakob gerir þetta frábærlega, toppmaður. Já, það held ég, en hvernig heldur þetta verði hjá Oppu vinkun okkar? Mun hún þóra að taka slæðin sem þarf að taka í þessu ráðuneyti? Ég vona það nú, ég hef nú svona hvað mest að trúa Oppu af ráðherrahópnum, sko, en ég reyndar svona, ef einhver tengdur Oppu hlustar á eða hún sjálf jafnvel, sko, þá ég fekk aðeins í magann þarna þegar í viðtalinu við hann á tröppunum Bessastöðun, þar sem hún lýsti því yfir að svona fjöldi umsækjenda væri, ég minnir að orðið sem hún hafi notað hafi verið að hún væri ekki lengur neitt yfirgengilegur. Og það Ekki er veitum svona hvað. hraðablindan, sko, Já, ég veit. að sko, menn upplifa 2000 sem ekkit rosalega háa tölu að því þeir eru að bera hana saman við brjálæði í 4-5 þúsund, sko. Já, En það er svona eins og að líða vel með seinni ICER samningana að því þeir eru borðnir saman við Svavar-samningana. akkurat. En ég hef nú, ég vona að hún gerir gott mót þarna. Það væri land og þjóð til bóta. Já, já, við vonum þetta að þeim gangi bara öllum vel í öllum góðum málum. Já, já, já. Og verð með vondum málum, Mikilvægt. sko. Það er gott ef Já, það kemist ekki í gegn. já, já. En til að klára þessar aðhalds pælingar, þá ætla ég bara að segja það nú strax að ef að jafnlaunavottunar þvælan verður ekki gerð valkvæð, þá er engin meining á bakvið neitt af þessu kvakiðaðum. Nei, nei. Sko, af því þetta er ekki bara ríkissjóðs útgjöldin sem að þarf að horfa til. Það þarf að horfa líka til þessara óþarfa útgjalda atvinnulífsins sem ger ekkert annað en að svona liggja eins og mar á því og í rauninni draga úr svigrúmi til fjárfestingar og bættra kjara starfsmanna og þetta allt saman, sko. Þannig að það er svona atriði sem ég held að ef að Viðreisn, sko, lætur ekki af þessum svona fortakslausa stuðningi að kröfum að viðhalda þessu, þá verður allt svona hitt óttalegt hjóm sem frá þeim kemur í þessu samhengi. Já, já, maður hefði nú haldið að Viðreisn allavega ætti að gera sér grein fyrir því að allar skattahækkanir og gjaldahækkanir, kostnaðaraukar á atvinnulífið, þeir lenda á endanum á almenningi. Já, já, það er Það bara er þannig. óhjákvæmilegt. Mm, Sko, það er bara fólk sem er skattlagt á endanum. mm, Það er ekki til sem heitir bara, heyrðu, við erum bara að skattleggja fyrirtækin. Almenningur þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af því. nei, mér. Þetta fer allt, lendir allt hjá almenningi á endanum, á einn eða annan hátt. Þetta er einhver hugsanavill alltaf, sko. Já. Mm. En hvað finnst þér um svona þeir eru komin í nokkri dagar eða vikur frá stjórnarmyndunni? Hvað sýnist þér áherslurnar að því leyti sem þær hafa þó birst? Heldur að Viðreisn hafi náð mestu í gegn? Uh, mér
mér sýnist það nú sko að en, en það er nú enga síður, það er ennþá dálítið erfitt að ráði í þetta. Ég held að það sé útilokað að átta sig almenn láði fyrir en þingmálaskráin birtist. Já, já, akkurat. Ég held að sko svona ef maður fer í gegnum sko flokku fólksins náttúrulega með sín sko yfirgengilegu lofvorð í kosningabartunni sem að fuku síðan út í hafsauga bara strax á kosninganóttina sko. Þeir fengu ekkert þeirra, Þeir ekkert. fengi ekki þeirra sko. Já, 48 dagar á strandveiðinni sko en ég Já, á en eftir að sjá sko það er sagt að það er ekki að taka það af neinum sko. já, já, sko, eins og kom nú fram í Sprengisandi, þar sem að Inga reyndi sín hefðbundur ráð til þess að svara ekki spurningum, heldur ráðast frekar á spyrjandan með einhverjum æsingi, þá gátu menn veitt í 48 daga Já, fyrir. já, já, En já, það bara klára bara þetta. kvótinn klárast bara á okkur tímupúti. Já, þess að þetta er ekki spurning kannski um að beinilins að fjölga leyfilegum veiðidögum, heldur að auka kvótan. Já, það er eina spurningin í þessu sko. Já, já, Að, en henni hefur ekki verið svarað. Nei, henni hefur nefnilega ekki verið svarað sko og það er já, það virðist vera meiningin, ég skil það þannig að þessi skilningur viðreisnar og viðreisnar og samfylkingar að það er að taka þetta út úr 5,3% pottinum og það verður ekki gert nema með Byggðakvótanum. miklum harmakveinum hér og hvar um landið sko. Já, og Inga er enda nefndi þetta, að taka þetta bara af byggðakvótanum og skelfisk og rækjubótum sem er í rauninni byggðakvóti líka fyrir þau byggðalög sem að, Heyrðu, sem, við þurfum nú alveg heilan þátt, kannski einhvern tímann, einhvern sérþátt, þegar þar að kemur, þegar þessi veggferð fyrir að stað, sko, að útskýra hvað snýr upp og niður í þessum til að mynda skelbótum. já, Það er já, nefnilega, það er lengri saga og flóknari heldur en hægt er að fara í hérna. já, En það er svona, ég ætli mig ekki segja að það væri þá sko fyrsta skrefið í að fara fyrningarleiðina í sjávarútvegi ef að sú nálgun verður aflögð. já, já, Mm. En meir um það síðar. En sko þetta eru, já, flokkur fólksins, hann fær 48 dagana sem er hún reyndar 48 í lögunum í dag, já, en virðist ætla draga þessar viðbótar afla heimildir upp úr einhverjum töfrahatti. Sko þetta er, og það er líka fleira sem er gerast. Ef að þetta atvikast með þessum hætti, þá mun þetta líka fjölga í kerfinu, sko. Þannig að þetta verður allt í hersöndum og já, já. það koma fram óskir um að kvótasetja þetta eftir korter. Og það má ekki rugla saman sko, þú veist, það sem ég er að segja núna, það er ekki einhver sko andúðíkar strandveiði kerfisins bara, Nei, 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 nei. ég bara, við finnst það bara virka ágætlega eins og það er sko, Ja, en menn verða að vera heiðarlegir hvað það varðar að hvaðan á að taka hlutina sem á að endurútluta sko, því að þetta er ja, auðvitað sko ekkit annað en endurútlutun og svona sko meiningin að auðvelda nýliðun, hún er göfug sko það væri svona kannski alveg spurningarnar virði hvernig það hefur gengið. kerfið virkar þetta ekki alveg nógu vel fyrir Norðausturland, en þetta er ekki til þess fallið að laga kerfið. Þetta er bara, já, það sem maður hefur heyrt af tillögum þeirra, sem eru náttúrulega eins og allar aðrar hjá þeim óútfærðar, benda til þess að hafa ekki alveg skoðað eðli þessa kerfis eða annara. Nei, akkurat. Það er nú málið sko. Já, En þetta verður, en síðan ef við förum yfir í samfélkinguna, sko, já, það er nú, þeir náðu að mynda ríkisstjórn og hafa forsætisráðuneytið, en það er ekki augljóst að marg af þeirra áformum hafi ratað þann inn. nei, hverju tókstu eftir frá samfylkingunni beint? Mér fannst það ekki ábyrjandi að hún hefði náð svona að setja almennilega sitt mark á þetta. Nei, En hún fékk forsætisráðuneytið.
Ég held þau hafi metið það þannig að þau bara yrðu að klambra þessu saman, sko, því að ef það hefði ekki tekist í þessari fyrstu atrennu, sko, þá hefði væntanlega svona Þorgerður Katrín verið komin í bílstjórasætið og þau hafa væntanlega ekki vilja bara taka sénsinn á því, sko. Nei, nei. Og raunar þessi stjórnarmyndinu öll og stjórnarsáttmálin eða hvað kallaðu þetta, stefnu yfirlýsingu, Stefnuplaggið, já, já, ber þess merki að markmiðið hafi bara verið að komast til valda já, já. og svo myndi þær finna út úr þessu. Sko, svona í fljótu bragði þá er það kannski helst það að Alma Möller verður heilbrigðisráðherra sem að var nú einhvers slags svona hérna málefnaleg áhersla já, í aðdraganda kosninga, sko. Já, já. Til að fara Nýtt, yfir COVID-tíman og já, já, til að fara yfir COVID-tíman og leggja fram nýja tillögu að nýri heildarlöggjöf í sóttvarnamálum og þess og það, sko. já, En Alma fekk nú skemmtilegt verkefni í fangið bara á fyrsta degi. Eitt af fyrstu verkefnum Ölmu Möller verður að tukta til landlækni Ölmu Möller fyrir trakteringar hennar í garð býtunum við. Þannig stóliðum mér hverjir það voru sem voru að kvinka sér yfir Ölmu Möller landlækni en Alma Möller heilbrigðisráðherra fær það verkefni í fangið. Það verður já, kúnstugt já. að væri gaman að vera að fljúga vekk í því samtali. Þetta er margt svona. Já. En síðan er náttúrulega fleiri ráðherrar búin að svona tjá sig síðan ríkisstjórnin heldur sinn fyrsta fund og það vakti nú kannski mesta á athygli viðbrögð Eyjólfs Ármannssonar nýs samgönguráðherra og sveitarstjórnarráðherra og sko honum velfarnaðar í sínum störfum en Já, já. eftir fyrsta ríkisstjórnarfundin þá lýst hann því yfir að hann myndi nú aldeilis greiða atkvæði með bókun 35. Já, Hann, ég það var hugsa alveg fyrirvara laust þá bara, já, 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 ég mun styðja þetta. það Hann var, enga vöflur á honum sko. hann var nýkominn úr viðtölum og greinaskrifum fyrir kosningar hversu hættulegt þetta væri og gengi ekki stjórnarskrá og þetta, svo var engar vöflur á honum þegar að koma að því að segjast sem er á þeirra ætla að greiða þessu atkvæði sitt. Já, já. Svo fór menn nú að minna hann á að hann hefði nú talað býsna fjálglega um þetta fyrir stigum og þá fór hann nú að tala um að þetta gæti nú verið að hann myndi bara sitja hjá sko eitthvað sem hann hefur lýst sem stjórnarskrábroti. Það er Já, einmitt, hann var myndur í ykkur setna viðtali á það að hann hefði sagt þetta að vera stjórnarskrárbrot og sagði hann ekki bara já, 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 þetta er stjórnarskrárbrot. Og ég tel það enn vera stöðuna, sagði Já, hann nefnislega. En nei, ég ætla ekki að láta steita á þessu. líklega búin að gleyma Stjórnarskráin. einum sem hann er látni skrifa undir þegar þeir taka fyrst sæti á Alþingi Já, já. að ef maður fylgja stjórnarskrám. En svo er eitt í þessu máli Eyjólfs sem ég skil bara alls ekki. Svo fór hann í þriðja viðtalið, eða svona sennilega á þriðja degi og lýsir því þá yfir að hann hafi bara ekki hugmynd um það hvort að bókun 35 hafi yfir höfuð nokkuð verið rædd á milli formanna stjórnarflokkana og þá Já, já, setti mér nú hljóðan bara hvers vegna var hann þá að lýsa því yfir að hann myndi nú aldeilis ekki láta þetta mál þvælast fyrir stjórnarsamstarfinu ef að það hefði hvergi verið og hann vissi ekki einu sinni hvort það hefði verið rætt milli formannana þá er hann með því að segja heyrðu, það var ekki rætt á þinglósfundum og ekki neinu öðru já, samhengi í samtölum þegar formaðurinn minn rætti við mig að taka með ráðherradóm og þar fram til göttunum þannig að, hm, þannig að sko já, þetta er alltaf skrítnasta mál hann er bara og að vita til hvers var ætlast af sér já, og hann án myndi þess ekki að bila því. þurfa að spyrja það. Það er auðvitað virðingavert í sjálfu að einhverju marki sko en Og hann hefur flokkur alltaf fólksins farið í greinilega gegnum ekki þennan. nefnt þetta, Nei, ekki nefnt nei, þetta í stjórnarmyndina þeirra. nei, akkurat og sagði hann í þessu viðtali að hann vissi ekki hvort það verið rætt og það vissi það enginn nema þær þrjár Já, já, og það þá auðvitað segir líka ekki spurðan um þetta í prívat samtalinu við Ingu Sæland þegar hann tók að sér ráðherradómin og ekki já, á þinglósfundinum þar sem var farið yfir þetta allt saman. Það var reyndar eitt af þeim þinglósfundi sem maður verður að nefna.
Þarna sátu nú hérna þingmaður Lilja Rafney hérna hefur vantilega setið heim á Suðureyri og hérna þingmaðurinn frá Ólafsfirði hérna heima hjá sér og síðan var þarna einn sem var á fjarfundi. Þetta var í frétt á mbl.is. Það var svona mynd yfir af þinglósfundinum og síðan var sjónvarpið af þeim sem voru á fjarfundi í endanum og þar var bara stórt R á skjánum. Og það var sem sagt, þarna var þingmaður á Suðureyri og þingmaður á Ólafsfirði sem voru heima hjá sér og ekki að verða ráðherrar, þannig að eðlilegt að þeir kannski spöruðu sér bílferðina. Allir aðri mættir, nema R. Og hver skildi það nú hafa verið? Að Ragnar Þór Ingólfsson hefur, og hann býr upp í Árbæ, ef ég mann Já, rétt. já. Hann býr ekkit einhvers staðar í burtu, sko, þannig að hann hefur nú mögulega verið heldur súr með ráðherraskipanina eða öllu heldur ekki ráðherraskipanina sína. Já, en eins og umferðin er orðin í Reykjavík, Það er Árbæ, reyndar rétt. Þetta er í raun Degi Bjarnasyni að kenna já, já. að Ragnar Þór Ingólfsson mætti ekki á fyrsta þingflokksfund eftir að ríkisstjórnin var mynduð. Já, heldur hann sé ósattur. Ég get alveg trúið því. Ég gæti trúa því, sko. Ég er eiginlega alveg viss um það, sko. En hérna Guðmundur Ingi, þú varst nú reynda búin að spá því Já, fyrir stjórnarmynduna, hann er ekki ráðherra. þetta kom mér ekki á óvart. Nei, Ég held að hann verði bara áfram í ápósti þingflokksformanns já, já, mér þótti það svona heldur, ég svona taldi þetta standa á milli þessara yngaðu þetta Ragnar Þór, Eyjólfur Ármannsson og Ásthildur Lóa. Þetta voru svona þessir þrír af þessum fjórum yrðu ráðherrar. mm, En Eyjólfur er sem sagt búin að vera í kröppindansi og svona og ekkert útséð með að það sé frá sko því að sko ákvörðu til dæmis spurði fréttamaðurinn hann ekki svona glata tækifæri fyrir ég man nú ekki hver á með þessa frétt eða með það viðtalin hefði hann bara spurt hann í beinu framhaldi sko myndu styðja við bara fjórða orkupakka ESB þegar hann kemur fram núna á líkindum á já, líftíma ríkisstjórnarinnar það hefði nú forvitnileg verið spurning. það hefði nú verið bara valið spurning og að því að þarna stóð nú sko formaður orkunur okkar Já, já, hvorki meira en minna sem Eyjólfur já, Ármannsson er sko þetta verður þetta getur orðið skrautlega allt saman sko já, en svo verður nú líka aðeins að að því þú nefndir Ingu Sæland á Sprengisandi í byrjun þáttarins þá þið voru saman sátu hlið við hlið í kryddsíldinni já, það var, það var margt skrítið þá tvo tímið að hvað sem það tók já, kannski smá vísbendingar hvers er að vænta með þeirra nýju ríkisstjórn þegar þingið kemur saman. Þetta, þetta verður áhugavert. Ég er ekki alveg vissum að allir ráðherrar séu búin að gera sér fulla grein fyrir því að það er ekki hægt að komast upp með það sama í ríkisstjórn eins og þeir virðast sumir hverjir hafa komist upp með furðu vel í stjórnarandsstöðu. Nei, nei. Því Og, ég ekki, já, ég veit það ekki hvort að fjölmiðlar muni bara láta sig hafa það að ráðherra í ríkisstjórn bara gargi eitthvað og reyna að henda fram misgóðum bröndurum frekar en að svara spurningum en ávarðir ekki að standa sig. en sko, það var nú margt skrítið sko, en undarlegast þótti mér nú þegar Inga Sæland fór að halda því fram að útlendingarlögin hefði verið lögð fram meðan þú varst forsætisráðherra. Ég, þó maður eigi nú ekki að taka hluti nærri sér, sko, þá er í öllu fall alveg augljóst að hún hefði ekki lesið pistil sem ég skrifaði í Morgunblaðið fyrir einhverju síðan tímalínu þessa máls til að svona, það væri til á prenti. En útlendingalögin voru einmitt lögð fram bara korter eftir að þú stegst til hliðar á sínum tíma og kerði gegn á metraða. Já, já, En það sem mér þótti svo áhugavert var að Inga skildi taka slægin þetta og já, bara með alls já, konar skætingi og þvælu haldaði fram að þú myndir ekki hvernig það hefði verið forsætisráðherra og þetta er nú aldeilis gerst í þinni tíð þegar bara staðin svo að svo var ekki sko.
Þetta Já, var já, í forsætisráðherratíð Sigurðar Inga Jóhannssonar. já, já, og ekki ástæðulausu að það var beðið þar til að það voru Akkurat, orðin laus við miðbili, akkurat, en þú það veist, vissu allir að ég myndi aldrei ekki einu sinni hleypa þessi gegnum ríkisstjórn. sko, Hvað þú þá, veist, það þingið. nei, nákvæmlega, sko, algjörlega augljóst, en sko, það sem er svo skrítið er að Inga, skuli, hérna, hún situr þarna Já, og hérna, situr við hliðin á manninum sem var forsætisráðherra á þessum tíma og heldur því fram að eitthvað er gerst í hans ráðherratíð sem að hann segir, nei, þetta var eftir það. En hún tekur slægin um þetta, sko. já, Það já. hvarflar ekki aðinni að einhvern veginn að bara, að kannski er hann með þetta á hreinu. Að, ég ætla ekki að fara full force í þetta, þennan slag. En Þú svona veist, verður þetta, já, örglega, sko. Þegar bent er á einhvað, einhver smá svona smjörþefin á þessu þannig í Sprengisandi, þess að ég nefndi á hann, að þegar bent er á einhvað, einhverja staðreyndir, þá bara er eyrunum lokað og gargað. Það er hættan með framhaldið og spurningin er hvort að fjölmiðlarnir láta það bara gott heita. En sko, við viljum ekki gera það í stjórnarvæstunni. veltur það ekki að dálnu leiti að því, hérna, sko, hvort að teki verið tillit til, hérna, sparnaðatillagna sem snúa að ríkisútvarpinu. Ég er svona hraðskannaði í gegnum eitthvað af þessum tillögum sem eru birtar þarna inn í samráðsgáttunni Já, og ótrúlegur fjöldið er að gengur út á það að draga saman útgjöld til ríkisútvarpsins. já. Mér finnst nú ekki líklegt að þessi ríkisstjórn sé að fara að gera það sko en ef hún gerir það þá gæti nú svona liðliheitin gagvart valkyrjónum minkað. Já, já, það er alltaf þessi undirliggjandi hótun, já, já. En þetta, En það, ég held að Inga gæti verði uppspretta óteljandi fyrirspurn og frétta næstu mánuðina. Það bara blasir við að þessum fyrstu tveimur stórum viðtölum sem hún hefur verið í núna, eða spjallþáttum, Sprengisandi og Kryddsíldinni, að þetta verður bara pop og kók sísón framöndan. já, já, það held ég sé óhjákvæmilegt. Uh, og, og ég ímynda mér að það geti ekki annað verið en að þetta hætti nú að virka smátt og smátt. Það, þó Já, menn já, svona hægja aðeins svona þegar að einhver er kastað fram í hálfkæringi aftur og aftur og haft nógu hátt. já, 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 Það þegar þú erum ráð þeirra, þá eru takmörk fyrir því hversu mikið þú getur gert af því þegar þú ræðið alveg um mál. já, Það er akkurat. allt í lagi að vera með húmurinn á milli, ég tel það bara mjög æskilegt. Já, nöðsynlegt og bara Og, því svartari því betri. já, en, en þegar þú tala um einhver alvöru mál, þá þarf það að svara, já, þetta er á þeirra. Já, já, það er nú málið sko. Heyrðu en En, svo, að því við tölum um að svara þá svaraði töluverðu fjöldi Gallup-könnun sem var birt í dag. já, já, Við, sjá hana, við erum semst að taka upp á 15. hún komið skemmtilega óvart. Þetta var, já, þetta hún gerði það nefnilega sko. Þetta hérna, við bætum þarna aðeins við okkur frá kosningaúrslitunum. Viðreisn fer dálítið niður, tapar tveimur þingmönnum samkvæmt þessu og Flokkur fólksins tapar einum. Samfylking og Sjálfstæðisflokkur halda sínu þingmannafjölda og hérna Framsókn tapar einum. Þetta er hérna en ég er nú að viðurkenna að ég er mjög ánægður að við skulum bæta aðeins við okkur þarna svona á tíma þar sem að allur fókusinn er eðlilega á þeim flokkum sem er að forma ríkisstjórnina. Já, já, það hefur verið þannig allavega mjög lengi frá því svona reglubundnar mælingar hófust og Gallup að ný ríkisstjórn bætir við sig Já, akkurat. og hinir þá fyrir vikið kannski tapa eitthvað svona til að byrja með. Og kannski hélt maður að það er sérstaklega núna því þetta var kynnt svona sem einhvers konar stemningsstjórn og þetta var allt svo gaman og fest og gott og ekkert mikið verið að ræða um endilega stefnu yfirlýsinguna. En það virðist ekki að hafa dögum svona allavega ekki í fyrstu könnun. Ég veit ekki hvað verður síðar en þetta upphaf er nú ekki eins svona glæsilegt eins og kannski ríkisstjórnin hafa átt að venjast þegar það er að Nei, taka nei, við. akkurat. Og mér sýnst nú svona í mjög grófum hugarekningi að ríkisstjórnin sé strax komin undir 50% stuðning. Já, já, 21, 13 og 13. Það er hérna
Já, helviti fer Viðreisn mikið niður. Þeir fara niður bara að minnsta kosti 2% stig frá í kosningunum. Já, Flokkur sko, fólksins svona tæft prósent. En hérna, bíddu nú við, já, sko, ef hún er komin undir helming, sínist þetta verður 48 komma eitthvað samanlegt, 21,4, 13,8 og 13,1. Það er þá er það 26,9. eina ríkisstjórnin síðustu 2 áratugi eða svo sem að hefur byrjað undir 50% fyrir utan hérna skamlifu stjórn Sjálfstæðisflokks, Bjartrar framtíðar og Viðreisnar. Já, það var engin björt framtíð þar. Nei, Já, þetta er áhugavert. Og þetta er að því að sko maður hefur skynjað sko svona mikinn meðbyr svona allavega fjölmiðla með já, þessari valkyrju stjórn sko. fjölmiðlar hafa verið hrifnir. Já, já, Já. já. Og það gengur nú ekki vel hérna að endur skýra ríkisstjórnina þessari sólstöðu hérna Nei, nafni. Það var einhvern veginn, hver sem fekk þá hugmynd, hann fær ekki bónus um áramótin. nei, nei, þetta svona, þær fóru að hafa smá efasemdir þegar að en fóru að minna á hvert hlutverk Valkyrja hefði verið hér í Já, já, þjóðafræðinni. nákvæmlega, nákvæmlega. En talandi um svona grín og uppnefni og viðnefni, horfður á áramótasköpið? Já, heyrðu, það var bara, mér þótti það bara ágætt og ég var nú ánæði með hérna Siggi Elí sem lék mig í sketsinum okkar, hann hérna, ég hef ekki verið svona vel hærður áratugum saman. Ég skrifaði nú einhverja nokkara línur um það að þetta hefði nú bara verið svona með betri sköpum á síðustu árum. Mm. Það var engin sammála mér af öðrum sem ég sá tjá sig um þetta. Mér En þótti þetta bara fínt. já, kannski var þetta bara væntingastjórnunin eftir það sem maður hefur séð á undanförnum árum Mm. sem hefur náttúrulega alltaf verið mjög svona einhliða og kannski stundum bara skort á að mun eftir því að setja húmor inn í pólitíska áróðurinn. Já, já, En þarna var svo skaup sem var nú búið að koma fram að væri skrifað eftir því sem að sagt var af einhverjum vinstri aktivistum. mhm, Þannig að maður nú væntingarnar voru kannski stiltar af en það var nú bara gert grín að vókinu líka og vinstrinu og öllum já, mögulegum. já, já, akkurat. Þó þeir hafi þurft að leita 6 ára aftur í tíman til að gera grín að okkur en Já, það er ekki bara jákvæmt jú, það var að bara leika jákvæmt það sko. á. Ég ímynda mér að framararnir sé ekki lukkulegir. Það var ekki minnst á þá einu orði. Ég var bara, ég tók ekki einu sinni eftir því Anga til að grein. nefna það. Já, þeir komist ekki að í sköpunu. Nei, nei, og framararnir, ég held að píratarnir hafi ekki fengið eitt einasta komment. Þetta, hérna, já, Já, þetta var ekki gott kvöld. Það er ekki já, alveg ómögulegt að vera utan skaupsins. já, já. En já, mér fannst svona í ljósi þess hvað þau hafa nú oft verið léleg með setjum tíð. Já, fannst mér, þú veist, ég er ekki að segja ég hafi velstum á hlátri, en það byður maður ekki um það lengur. Þegar maður Nei, nei, horfir á en þetta, sko, það er sannlega margir búin að gleyma hvað þau voru orðin léleg Já, já, einmitt, á löngum köflum, sko. akkurat. Þannig að já, þetta fekk bara ágætis einhvern hjá mér, þetta skaup. Já, já. Kannski aðalega því að ég var svo ánæður hvað Siggi Elí var vel hærður þarna í mínu hlutverki. Og í ljósi sérstaks áhugamál þíns þá hlýtur nú að hafa verið ánægði með plasttappa sketsin. Já, ég var ánæður með hann. Heyrðu, ég fekk jólagjöf bara Já. 3 stóra poka af plasturum. Nú, Ég var svo hver ánæður. fann það og hvar? Og Ég hvernig get kemst ekki í upplýst samband við það. viðkomandi? Ég get ekki upplýst um það, en ef þú byður fallega þá gætur þú fengið smá skamt. Þetta ertu með tengsl í undir heiminum. Þetta er erfiðara heldur en að ná sér í hörðuefnin. Mm. Já, hérna, ég er stundum þegar ég hef verið í útlandum og á veitingastað og ég sé svona plastrur, þá hef ég laumað einu í vasan til að flytja heim
En ég hef nú bara ekki heyrt af svona að það sé hægt að kaupa þetta í stórum skömmtum á Íslandi. Það verður væntanlega mætt einhver haturslögregla, umhverfis haturslögregla hérna á dyra karmin hjá mér á morgun, en já, Já, veistu. þetta var mikil lukka sem að þetta færði heimilinu hér hjá okkur. Já, já, heyrðu, þú býður mér Ég í hérna kók með plaströri. býðir í görugan drykk með plasturöri. Heyrðu, en þetta var já, áramótaskaupið fá góða engun hjá sjónvarpsþessum 50. Heyrðu, en áður en að við ætlum að skella okkur aðeins til útlanda á eftir, en áður en við skellum okkur til útlanda, þá eiginlega langar mig að nefna hérna eitt, það er glæný frétt á Morgunblaðinu, sem snýr að gæsluvarðhalds úrskurðum, aldrei fleiri úrskurðaðir í gæsluvarðhald á Íslandi. Og haldið ykkur nú, það voru svona 298 manns sem voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald á Íslandi á síðast ári og þar voru 70% erlendir ríkisborgarar. Já, 70%? þetta er ekki hægt, sko. Og svo má ekki ræða þetta að neinu viti. Nei, nei, Hermann nökkveði með þessa frétt og hún bara var Já, að já. datt inn rétt á hann. Við erum semst að hún er svona komin rétt yfir miðnætti, við erum aðeins á eftir áætlun þetta 15 skuldið. En þetta er ótrúlega tala. Já. Og sko aldrei áður hafa fleiri verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald á einu ári en er að ræða 150% aukningu frá árinu 2020, segir hérna í fréttinni. Þetta er 120% aukning. 150% aukning. 150% aukning milli ára. Já. Hvað ert að segja? Já. Veitir, þetta kallar nú á einhver viðbrögð, að minnsta kosti umræðu. Já, ég held að við verðum að því við erum svo ánægð með opið okkar, við verðum að bjóða inn í þátt fljótlega. Já, ég held við erum að gera það. Þetta er svakalegt. En kemur ekki að öllu leyti á óvart. Maður er búin að fylgjast með fréttum auðvitað, þó kom ekki allt fram í fréttum. En við höfum samfélagsmiðla eins og X og það byrtist nú alls konar della þar og maður þarf að hafa varan á hvað það var þar. Þá sér maður líka oft fréttir þar sem að byrtast ekki annar staðar. Já, já. Bara raunverulega fréttir af gangi mála, meðal annars um svona hluti. Þannig að, já, ég er ekki á öllu leyti hissa, en ég er hissa hvað þetta er svakaleg aukning milli ára. Þetta er algjör, þetta er reyndar þetta er sem 150% aukningin er miðað við 2020, ekki frá síðast ári, en enga Já, síður, ok, já, já, þetta er já. grundvallabreiting, sko. Já, já, algjör grundvallabreiting. Og þá verða menn að spyrja hvers vegna. Já, Hvað já, er að gerast? akkurat. Það er ákveðin vísbending í þessu hlutfalli sem þú nefndir. Já, það er nú málið, sko. Það er nú málið. Heyrðu, en verðum við ekki aðeins að skella okkur til útlanda? Jó, Mm. það er nú mikið búið að vera að vera í útlandum og ekki allt skemmtilega fréttir þessi áramótin. Og sumt að því tengist nú þessu sem við vorum aðeins að koma inn á, afbrotum, það hafa verið hryðjuverka árásir. Þótt menn sé í auknum mæli farin að veigra sér við að kalla það hryðjuverka árás þegar það er það þó augljóslega. Hvað, 3 ár í Bandaríkjunum held ég áramótin og svo auðvitað þessi hrikalegi atburður í Þýskalandi Já, rétt fyrir já. jólin og og svo við var það ekki í Þýskalandi, nei, hver var allavega stundum er þetta orðið þannig að það er ekki sagt frá því í fjölmiðlum. Mm. Þurfa nokkrir að látast yfirleitt til þess að það sé yfirleitt sagt frá því og þá er oft reynt að fara í kringum hlutina, virðist mér. En Akkurat. svo voru ýmsir atburðir aðrir sem voru ekki hryðjuverk og kannski ástæðulaust að nefna í samhengi við það við byrjum framhaldi en þó svona til marks um það að það sé að eiga sér stað einhver svona eitthvað samfélagsrof Mm. víða á Vesturlöndum. Það sem að fóru jafnvel gengi og áreittu konur eða marsterði í gegnum jólamarkaði
Bara Getur, þetta mál í Rotherham er náttúrulega ótrúlegt, sko. já, svo er það. Svo allt í einu, það er búið að springa út núna, í dag og í gær, og maður sér þetta bara út um allt, umræðu þetta. Ég held að það hefur komið út einhver ný skýrsla, ný rannsókn á þessu. Þessu svakalega máli í Rotherham sem að skýrir enn betur hversu alvarlegt þetta var á allan hátt og ekki bara afbrotin, heldur líka sinnuleysi stjórnvalda og Mm. hræðsla þeirra og lögreglu jafnvel við það að taka á málinu. Þess vegna, jú, af ótta við að vera sakaður um fordóma. Já, já, það er nákvæmlega þannig. Þetta er, og sko, þetta er bara eins og með svo margt, sko. Þú veist, það sem má ekki ræða, það verður verra. Já, já, þessu kynntust nú svíjarnir og bera þessi genbætur að hafa forðast það í 20-30 ára að vilja ræða þetta. Það voru hvergi fleiri sprengjuárásir í Evrópu á síðasta ári en í Svíþjóð, fyrir utan auðvitað Úkraínu, sem er stríð. Já, já, Uh, það er annar og flokkur. já, og morð orðin bara ja, tíðar í Svíþjóð en víðast annars staðar í Evrópu. Tala nú ekki um nauðganir, held ég, flestar í Svíþjóð hlutfallslega og, og það er eitthvað mikið að í stjórnkerfinu þegar að ráðandi öfl, stjórnmálamenn eða stjórnkerfið veigra sér ekki aðeins við að taka á svona málum, heldur reyna beinlínis að þagga niður í umræðu um þau. Mm. Og hvert er fyrsta hlutverk ríkisvalds? Ég held að það sé almennt samþykkt í stjórnmálafræði og þessum fræðum öllum að fyrsta hlutverk ríkisins sé að tryggja öryggi borgaranna Akkurat. og svo rífast menn um restina. Mm. En allir voru sammála um að fyrsta hlutverk ríkisins væri að tryggja öryggi borgaranna. Og þegar að því er ógnað með þeim hætti sem við höfum séð á síðustu misserum og hefur komist í hámæli núna um þessi áramót, að stjórnvöld komist upp með að ekki bara forðast að ræða hlutina, heldur vinna jafnvel markvisst gegn því að fólk tjái sig um þá. Að því þú nefndir Bretland, hefur þú séð þessar áframhaldandi fréttir af því þegar lögreglan er að ryðjast inn á heimili fólks til að handtaka það, hverja eldri borgara fyrir að hafa skrifað einhvað á Facebook sem einhver móðgæðist yfir. Já, já, þetta er, sko, Orwell og Kafka hefðu ekki dottið þetta til hugar. Nei, eins og það er nú oft sagt, 1984 átti ekki að vera leiðarvísir, viðvörun. Nei, nei, nákvæmlega, nákvæmlega. Ja, þetta er allt svo yfirgengilegt og þetta verður ekki leyst og þetta mun ekki komast til betri vegar með þetta nema með aukin umræðu Já, brjálæði sem í þessu helst. Þetta verður ekki lagað með þöggunni. og þetta er byrjað að gerast á Íslandi líka Já, já. og við virðumst vera hér í þessu samfélagi að falla í sömu gryfju og aðrir Mm. og forðast að ræða það. Já, já, já. Sástu fréttina um einhvern á gamlárskvöld við Hallgrímskirkju sem var að hrækja á fólk og hrinda því. Nei, ég mistaði henni. Jájá, þetta lögreglan er mætt þarna á endanum en það er bara þetta sinnuleysi og kjarkleysi sem að virðist vera allt á ráðandi á Vesturlöndum. Þetta verður bara til þess að þeir sem að vilja ekki hlýða reglum samfélagsins, þeir færast í aukana og þeir hafa verið að gera það jafnt og þétt Já, já, í landunum í kringum okkur. akkurat. Við sjáum það, ég held að við sjáum það hvergi betur heldur en í Bretlandi annars vegar og í Þýskalandi hins vegar, sko. Það var nú einmitt nýfrétt í Bretlandi upp úr þessari rannsókn í Rotherham. Einhverjir feður sem að höfðu haft fyrir því að leita uppi þá sem að voru að misnota dætur þeirra. Mm. Uh, Lögreglan kom ekki á aðstöðu þá, hún kom að handtók þá Já, fyrir að eldast við þessa menn.
Í Þýskalandi var kona dæmd til fangelsisvistar í lengra fangelsi heldur en þeir sem hafðu nauðgað konum þar. Og fyrir hvað var hún dæmd? Fyrir að gaggrina eða tala illa um nauðgarana. Og Já, þetta ljómar eins og einhver samsæriskenning eða einhver bull. En nei, þetta bara liggur fyrir í þýskum fjölmiðlum og í dómskjölum. Kona sem að gaggrindi þessa menn og talaði illa um þá, hún fekk þyngri dóm heldur en afbrotamenninni sjálfur. maður setur nú bara hljóðan. Herðu, Jú. en það er Það, fleira sem er að gerast í útlöndum. Ytri landamæri Íslands færðust út að innri landamærum Rúmeníu og Búlgaríu í dag, var það ekki? jú, Búlgaría og Rúmenía eru komin inn í Schengen og orðnir fullgildir aðilar þar og þótt þetta sé nú hvort tveggja merkilega þjóðir, þá höfum við séð á síðustu misserum að þar eru líka vafasamir hópar sem að hafa meðalans komið til Íslands og ja, menn verið sendir frá þessum löndum Já, já, til að fremja hér afbrot og flytja sig út góssið. Eh, og ég held að þetta kalli nú bara á að lögreglan fái enn frekari heimildir en við höfum kallað eftir nú þegar til þess að fylgjast með ferðum fólks. Sjáðu til dæmis þetta með brottvísanirnar á síðasta ári mm, sem að, sem að ríkisstjórnin fráfarandi eða fyrirverandi státaði sig af sem árangri í landamæra vöslum. Þessar brottvísanir komu til vegna þess að lögreglustjórinn á Suðurnesjum tók upp auðvitað sjálfum sér að, að brottvísa fólki af því að hann bara taldi að kerfið væri ekki virka. þarna endaði Inga Sæland út í skurði líka í þessu samtali í Grýtthildinni. Alveg rétt, alveg rétt. Uh, og þessu er fólki brottvísað með litlum eða engum stuðningi frá kerfinu og hvað kom síðan í lok síðast árs í fréttum? Jú, voru ákúrur gagnvart lögreglustjórunum á Suðurnesjum fyrir að hafa brottvísað og mörgum eftir að einhverjir höfðu farið í kæruferli. Já, já, Þannig að menn er ekki búin að kveikja á perunni og býsna langt frá því óttast ég. það er nú málið. En þetta er allavega, þetta er ákveðin hérna svona, þetta er, ég verði að viðurkenna, ég hef smá áhyggjur af því að ytri landamæri Íslands séu orðin á landamærum Rúmeníu og Búlgaríu. Það, með fullri virðingu fyrir þeim ágætu þjóðum. Já, já. Mm. Heyrðu, en þetta fyrir nú að styttast hjá okkur. Ég fekk hérna heilan kassa af 60 mínúna hérna kassettum í jólagjöf, þannig að við höfum svona aðeins meira svigrum heldur en áður. En hérna, Gerandinn hefur ekki fundið 90 mínútna spólunar sem að ég er búin að vera að biðja um já, ítrekað. já, nei, það er hérna, en sjáum til, það hérna, það gæti nú hérna, það koma jól eftir þessi. En ég er ekki svona að hlaði eitt nöldurhott hérna í lokin. Já, Það er langt það síðan við kemur erum til með næst. nöldurhott. Hérna, við erum með allar þessar eftirlitsstofnanir sem að hafa sín verkefni og þarf hundi göttunum en ég hérna, það er nú ástæðan fyrir því að við erum svona seinir að taka upp og klukkan fann að vel gengi inn í 1 núna eftir miðnætti að internetið heima hjá mér er bara alls ekki að virka og maður hugsa með sér, bara, þú veist, maður borgar fyrir þjónustuna en Mm. maður fær hann ekki og gæti ekki kannski bara einn úr einhverjum af þessum eftirlitsstofnunum farið og bankað upp á hjá fjarskiptafyrirtækjum og segja bara, ættið þið nú ekki að svona reyna að hafa heima internetið í aðeins betra standi heldur en þið bjóðið upp á? Láttu mig þekka þetta. Ég hef stundum velt fyrir mér hvort að sé hægt að byggja bara aftur um ISDN-tengingu. Já, þetta er alveg sérstaklega pirrandi og hérna, og að því ég veit að hlustendur vita að þú ert svona holt og bolt óstundvísari heldur en ég og er ég ekki að segja að ég sé Já, neitt engill í þeim efnum nú til dags eftir nú, að eftir að nýja beggi kom. já, já, já. Mm. Og hérna, en sko
Ég get upplýst að Sigmundur Davíð, ég held að hann hafi hlusta á svona 3 hlaðvarpsþætti á meðan ég var að ná nógu góðu internetsambandi heima hjá mér Já, já. til þess að til þess að væri þorandi að taka upp. Ég hlusta á keppinund okkar. Þegar þú Já, varst byrjun að tengja. þetta þú er nú fengið eitthvað gott í eira þar. Já, já, já. Mm, Eitt og annað áhugavert. já, já, já. Heyriði, en kæru áhundur, við förum að kalla þetta gott í kvöld og nú er síðasti séns, þið hafið svona viku til þess að senda inn loka ábendingar þá sem eiga skilið verðlaun eða eða viðurkenningu í áramót ársuppgjöri sjónvarpsins á fimmtudaga sem fer í loftið á fimmtudaginn eftir viku. Þannig að endilega senda á bergþóróla@alþingi.is og það verður tekið til gaumgæfilegrar skoðunar og vonandi verður annarkvort verðlaunahafi sem að kemur til vegna slíkra ábendinga eða nýr flokkur búinn til. En er þetta ekki búið að vera býsna gott í okkur í kvöld? Það er ég. Bergþór Óla í einu orði TH í staðan fyrir þótt, er það ekki? Jú, passar. Yep. Herru, þá hlakka ég nú bara til að sjá þig fljótlega Bergþór til að fara yfir liðið á. Við verðum í stúdíónu eftir viku, þá er ég Yep. komin tilbaka frá Berlín Yep. og allt í toppstandi. En bara aftur, gleðilegt nýtt ár til ykkar, kæru hlustendur. Við horfum hér fram á stórskemmtilegt ár í skemmtilegri stjórnarandstöðu og við höldum takti með vikulega sjónvarpslausa fimmtudaga og höldum áfram að gera okkar besta. Gleðilegt ár og verið sæl. Bless, bless.